Zimbabwe var eitt sinn ríkasta land Afríku, en nú eitt af fátækasta. Við erum stödd í Bindura í Zimbabwe á leið í heimsókn til Prosper, 13 ára og fjölskyldu hans. Prosper býr með ömmu sinni, frænda, systur og bróður. Foreldrar hans eru dánir. Frændi hans lamaðist í bílslysi og hefur enga vinnu. Á heimilinu hafa þau nákvæmlega það sem þau þurfa. Í einu herbergi þurrkar fjölskyldan maís sem verður notaður í vetur. Fjölskyldan fær aðstoð hjá fjölskyldueflingu SOS barnaþorpana svo Prosper geti gengið í skóla. Þau fengu líka aðstoð til að hefja rekstur á kjúklingabúi. Allir hjálpast að við kjúklingaeldið og ber Prosper ábyrgð á að gefa kjúklingunum að borða þegar hann kemur heim úr skólanum. Fjölskyldan kaupir kjúklingana þegar þeir eru litlir og selur þá svo aftur þegar þeir eru orðin stærri. Innkoman af kjúklingabúinu er svo góð að bráðum getur fjölskyldan séð sig sjálf án hjálpar frá öðrum. Nú ætlum við að heimsækja Ngoni. Ngoni er 12 ára og býr í SOS barnaþorpinu í Bindura. Hæ, ég heiti Ngoni. Ég er 12 ára og er í 7. bekk í grunnskólanum hér í Bindura. Primary school here in Bindura. I live in SOS Children's Village. Ég bý í SOS barnaþorpi, í SOS fjölskyldu og ég á 9 SOS systkini. Við erum 3 stelpur og 7 strákar. 3 girls and 7 boys. Yeah, it's really nice living in SOS Children's Village. Það er mjög gott að búa í SOS barnaþorpi. Hér höfum við allt sem við þurfum. Það gefur okkur möguleika fyrir framtíðina. Draumurinn minn er að vera flugmaður, en ég myndi líka vilja vera frægur körfuboltamaður. Stundum syng ég með vinum mínum Destiny og Mufarai. Við erum góður kór þegar við erum 3 saman. Easy go, easy go. This is how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was rough from the first kiss. Got your eyes wide open. Why were they open?